krakkar mínir. Þá eru Reykvíkingar, Laugdælingar mættir á ísinn, gestur okkar í kvöld. Þeir áttu nú ekki erindi sem erfiði norður síðustu helgi, en það er svo það er. Númer 6 Haukur Karlsson, númer 7 Sölvi Egilsson, númer 8 Kyle Kahn, númer 9 Róbert Pálsson, númer 5 Arnar Karlsson, númer 12 Viktor Svavarsson, númer 15 Hópur Guðjónsson, númer 18 Drú Karran, númer 19 Kristján Kristinsson, númer 25 Hilmar Sverrisson, númer 27 Valur Guðnason, 72 Styrmir Snorrason, 79 Viktor, 84 Hektor Hrólfsson, 86 Vignir Arason, 88 Tómas Vidal og 91 Mikael Atlason. Aðaldómari Sindri og á línu eru Andri og Ingibjörg. Jæja, komið þið sæl og blessuð. Þá er mikrofóninn komin í gang, leikurinn komin af stað og SR komin í bullandi færi. Hvað gerir hann? Skýtur honum upp á Esju. Það mátti reyna. Strangheiðarleg tilraun strax á fyrstu sekúndunum. Eitthvað hefur aðaldómari að ræða við boxið. Ljósabúnaðurinn er víst ekki eins og hann myndi vilja hafa hann. Bilun veldur því að því miður er ekki hægt að hafa fulla lýsingu, en það kemur ekki að sök. Pökkurinn er svartur, ísinn er hvítur, afstað. Björninn reynir að komast út. Kemur honum aftur fyrir markið á Viktor, Viktor á Tómas, Tómas upp ramman á Mikka, en SR nær honum. Bjarki hringsólar upp á skrifstofu, reynir að koma sendingu á Kára þarna. Hann er laus. Hart barist í báða enda, SR að passa sig. Nú hafa það tíma upp á Pétur. Pétur er komin inn. En Viktor nær að pressa niður í horn. Tómas reynir að koma honum aftur yfir á Viktor, en Pétur stendur sig vel. Þarna eru krækjur. Nei. Ég er ekki viss að Kilfur eigi að gera þetta. Fjölnir, Björninn reynir að koma pekkinum út. Falur og Arnar í harðri baráttu. SR reynir hann á skoti. Ævar með lúmst skot í púðan á
Styrmi og hann hefur það. Leikmönnum stilt upp. SR vinnur uppkastið, en hvað segir Andri? Nei. Það einhver farin af stað þarna. Fjölnir vinnur uppkastið. Martin Símanek kemur yfir á Kristján. Þeir eru komnir 2-2. Kristján reynir þversendingu, en Birkir lætur ekkert plata sig. Martin kemur pekkinu niður í horn. Hilmar best ötulega þarna við ramman. Hvað gerir hann? Það eru farnar kylfur. Sjáu þið. Drew niður á Hilmar. Hilmar fyrir, en Kristján er ekki að koma honum frá. Drew upp á. Beint í búðana, en Kópur herður nú mig. Þetta er nú tæpur gott spil hjá SR þarna. Þannig að heppinn að fá ekki dóm fyrir þessa tæklingu. Heiðar besta öllu afli, missir frá sér pökkinn. Hún getur nú ekkert verið að snúa bakinu í fólk þarna. Falur rétt kemst út af. Og SR-ingar eru einir á austurhlutanum. Gulli missir hann. Eggert kemur, reynir skot, beint í púðana Fal. Já, lappirnar. Þetta er svo. Herðu nú við SR-ingar ekki alveg að finna taktinn hérna. Vignir. Þetta er nú bara öxl í öxl. Áfranga. Viktor upp á miðju. Kyle kemur nú vera mikki dempurinn minn. Fæðir þarna á sig smá kremju. Ævar droppar hann aftur fyrir mark. Viktor reynir fyrirgjöf, en þar eru tveir bláir. Fer ekki í gegnum þá sögðulega. Vignir upp á Arnar sem að nikkar hann inn í horn, en SR-ingar fá fullt vald á bekkinum. Góð pressa hjá Fjölnismönnum. Það veit enginn hvað þetta félag heitir, svo við segjum bara Fjölnir eða Björnir til skiptis. Þeir verði bara að þola það. Og það er æsing. SR tekur uppkastið. Jónatan missir hann, sjáu. Það er eins og viðlóðunin á pakkinum sé ekki svo sama í Egilshöllinni og Laugardalnum. Munna litlu, Drúi kominn inn. Nei! Af stað, segir hann. Og aftur einn á mark. Hvað gerir hann? Styrmir hirðir þetta vel gert. Markmaður sko, ekki Styrmir SR-ingur, og hann er kominn aftur. Það rignir færum á SR-inga, en þeir eru ekki að ná að nýta sér þau. Mikki er kominn á stað, Fal með sér, hendurinn er í færihornið, en engin brunnar í skiptingu, svo SR nær valdi. Markús, feilskot. Sölvi fer í pressuna. En Viktor hefur fullt af pláss á nóga tíma. Adna. Axel með góða pressu. Sláinn upp í net. Það er svolítið verið að flýta sér hérna í kvöld. Leikurinn byrjar á háu tempói, þeir eru að rúlla vel. En mætti kannski flýta sér hægt hérna.
S-inningar búin að eiga nokkrar stránkæðarlega tilraunir. Það er aðeins að aftur, Þarna var reboundið að gefa. Þetta heitir að klára færi sín. Það sem nú ekkert að skora í fyrsta skipti og veit hvað hann á að vera. Það er svona að gleyma manna fjárstenginni, þá er manni refsa. Út af, segir hann. Hendi hann fara niður, þá þýðir ekkert að skipta aftur. Það er allt í lagi. SR tekur uppkastið, Níels sópar hann aftur í burtu frá sér og Mikki nær hérna Sölvi þetta. Góðu skoti, Arnar reynir að halda hann minni, missir hann út, Haukur bróðir hans kemur honum yfir á Martein. Martein ætlar að reyna að finna eini af stað. Öflugur Martein kemur honum á markið en enginn til að taka frákastið. Birkir sólaði sjálfa sig hérna og dettur svo rassinn. Nei, það var ekki bundið. Þessi heitir Daniel. Og S er kominn á stað. 2 á 3. Hvað gerist? Reynir skot, það lendir í löppunum á varnarmönnunum og þeir týna pekkanum. Gott að Styrmir er vakandi. Nú þurfa Fjölnismenn að fara að finna blaði hjá okkur öðrum. Það er ekkert verra heldur en að ná ekki góðu uppspili. Hvað gerir Tómas? Reynir að koma honum út, Sölvi öflugur í pressunni þarna, Sölvi týnir pekkinum. S-inningar koma honum inn, niður í horn. Vel spilað hjá þeim. Glæsilegt spil hjá SR. Fjölnir reynir að ná tökum á pekkinum. Gengur ekkert sérstaklega vel. Skoppar út allt, ekkert heilstætt í gangi. Þorgils tekur skot, Styrmir með þetta. Þegar að sendingarnir eru ekki að klika þá þarf maður bara að búa sér til færi, það er bara svoleiðis. Hoggist upp úr krísunni. Af stað, SR með uppkast, beint upp, Styrmir tekur hann, bökkurinn laus. Falur. Hvað gerir Falur? Kemur honum ekki úr löpunum á Birki. Hann er nefnilega seigur gamlir. Kópur býður og býður, kemur honum yfir á Kyle. Hvað gerir Kyle? Rennir honum inn á Fal gegnum 6 kilfur hana. SR yfir á Þorgels. Já, hann að finna Axel. Jónatan missir hann út. Og Pétur skautar hann inn. Nú þarf hann að finna samherja yfir á Jónatan. Kemur hann ekki út. Pétur í lappirnar á Sölva.
festir þar kilvuna en allt í góðu. Æja, nú þarf að skauta Sölvi. Kemur hann yfir á Viktor, Viktor hendur hann niður í horn. Gefur SR færi á enninu uppspilinu. Arnar tekur Benna Arnar bara kemur hann á óverum. Vel gert, Viktor stígur niður, kemur bekkinum aftur niður í horn. Fjölnismenn eru nú samt ekki að ná neini hættulegu færi hérna. SR kominn á fullt. Hann farinn af stað. Æja, nú fá Fjölnismenn tíma og pláss. Passív pressa hjá SR, löng sending upp á miðju. Kristján fær beint á sig pressu, Kristján og Hilmar. Alltaf góðir, Mikkin í pressuna. Sækir pökkinn. Kemur hún niður í horn. Það er ekki að smella. Laumar pökkurinn sér upp í slotti en Atli hendur hann frá. Martin bara grípur hann, neglir frá miðju. Ég get sagt ykkur það að 2% marka skorast frá rauðu. Ég veit ekki alveg hver á pælingin þarna, mögulega bara hendunum inn. En ég hef eins og skora mark frá miðju, ég ger ekki ráð fyrir að gera það aftur á æfinni. Gott skot frá bláu. Nú Fjölnismenn að sækja sér veðrið. Tómas með sæmilegt skot, Martin með annað, hann stórhættulegur. Hann stórhættulegur. Með föstu skotin í deildinni í dag. En SR góðinn í færi, nýtir það í að skjóta lappirnar á Tómasi. Það er farin að farast harka í leikinn. Pétur kemur niður í horn á móti ungum Fjölnismanni, Hektor Rolfsson, númer 84. SR reynir uppspil. Daniel búinn að tapa miðjunni. Ekkert pláss. Yfir á Birki. Birki reynir að koma honum yfir á Jónatan. Jónatan finnur ekki Pétur, hann finnur Ævar en Kyle hirðir þetta af honum. Nú Atli búinn að fá nóg, tekur þetta í sínar eigin hendur. Fjölnismenn ná að halda pekkinum eða hvað. SR-ingar komnir í 2-2. Það er skot og löngu færi. Styrmir sér það sá það fyrir löngu síðan. Mikið turnover í þessum leik. SR þó búinn að ná að halda honum aðeins betur inn í svæðinu. Markus kemur honum yfir á Axel. Martin, gott feik. Niður á Vigni. Vignir finnur Arnar. Arnar finnur Mikk á miðjunni sem að næra Nikk honum upp til Martin. Martin kemur honum niður í horn. Mikkin er ekki alveg að koma killu á pökk. Sölvi kominn í baráttuna út í hornið. Þeir reyna að skófla honum út en hér ætlar enginn að gefa sig. Og Sindri fær nóg. SR vill fá uppkast úti. Sindri segir bara inni.
Gengur illa, komunum sómasamlega inn. Vel gert að spotta þetta Þorgils. Þeir voru ennþá með mannin í svæðinu, hendur henni niður. Heiðar reynir að koma honum fyrir og pökkurinn rennur í gegnum slottið. Þarna voru Bjarnamenn svo sannarlega hefnir. Skotulengafæri, Styrmir grípur þetta. Ég var í pínulítið búin að gleyma að staðan væri 1-0 en hún er það vissulega. SR í vil eftir tæplega 13 mínútna leik. SR vinnur uppkastið, Kópur kemur honum á Kyle. Kyle nær að koma honum út, beint í hendurnar á Benedikt sem kemur honum yfir að Bjarka. Bjarki reynir að skauta hann djúpt en lendir það í nokkrum vandræðum. Kyle kemur honum yfir að Mikka. Mikki 1 á móti 3. Kemur honum samt niður í horn. Upp á varnarmann, hann missir hann út. Kópur bombar hann djúpt. Falur er 1 farin í pressuna. Vinnur þetta innvíi, sóla sér listilega í gegnum hana. Nei! Þetta, já, segjum það, að menn verða bara standa í lappirnar. SR hringsólar inn í svæðið. Martin hirðir pökkinn. Krútlegt kast upp á Kristján sem missir hann Hilmar Diggur skot en Atli fær það beint í kassan. Það er bara þannig. Ekki mörg alvöru færi sem að Fjölnismenn hefa fengið þar sem að afi leik. Spurning hvort við fáum að sjá breytingar á því en SR er að pressa djúpt og þeir eru að pressa stíft. Auðnautrú rennur honum hann í gegnum slottið og krísuna en enginn til að taka móti. SR komin í sókn, pökkurinn komin svona nánast á kylfu SR-ings áður en að Fjölnismenn að skipta sér að honum. Kristján kominn á ferðina. Hvað gerir hann? Hann reynir skot. Nær ekki að koma að kylfu á pökkarna. Hilmar á Viktor. Viktor með skot. Þessi fóru bara í hausinn á Atla. Skoppaði þar upp. Vel varist hjá SR-ingum. Níels. Kemur honum yfir á Axel. En Axel missir hana fyrir skiptingu. Ok, þessi var farinn. Viktor neglir hana niður. Engin æsing. Jú, æsing. Já, ég skal samþykkja að þessi hafi verið flókin. Það er erfitt að bregðast við á metraða en það er eins og það er. SR-ingar með skot. Glimur í glerinu. Ævar reynir. Hann bara reyndi ekkert, hann bara gerði. Ég er ekki einu sinni viss hvar þessi fór inn. Var þetta 5-hole eða? Styrmir ekki alveg að búast við skotið þannig. 2-0. 4,5 mínúta eftir af þessum leikluta. Af stað. Segjum að Fjölnismenn hafi átt þetta uppkast. Þessi leikur ætlar að vera í hornunum. SR-ingar komnir á skrið.
Óli Hrafn með sendingu sem stoppar á bláu. Hver hann að komin að stað? Kristján. Nei, hann fer inn! Kristján með skot nánast aftur fyrir markmannslínu og inn fer hann. Þetta var skemmtilegt. Það er bara svoleiðis. Stundum er þetta bara það sem að þarf. Skorar ekki annars að skjóta markið, það er alveg á hreinu. Jæja, menn komnir á ferðina. Góður snúningur, leynir lúmst skot, bakhandaskot, en Styrmir nær því með púðanum. Esseringar í bara uppspil eins og sjá æfingu, engin pressa og það enda bara í marki. Svona á að gera þetta. Ég veit ekki hver sofnaði á verðinum þarna en það var ekki 1, ekki 2, heldur 5 held ég bara. Jæja. Jæja, Daniel kemur hún niður í horn. Og hver ætlar að taka mót honum? Jæja, Styrmir fixar þetta bara. Það er rosalega erfitt að ná góðu uppspili með svona djúpri og sterkri pressu og við erum alveg að sjá það hérna. Nú þurfa Fjölnismenn að spýta í lófana upp á tempó. Hilmar nær ekki sendinginu frá Viktor, kemur hún ekki yfir. Robbi grípur þennan niður á Tómas. Tómas hótar að finna miðju, finnur Viktor. Viktor upp á Hilmar en Pétur fær hann í skautan. Daniel kemur pekkinum djúpt í sóknarsvæði Esseringa en hann fer bara hringinn og endar í höndunum á Hilmari sem droppar hann djúpt. Tómas kominn neðst í pressuna. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast hérna. Nei. Það er flauta eða ekki flauta. Hann er Esseringur að hóta sko, hann stendur á nálægt. Styrmir þorir ekkert að sleppa honum. En nú vil ég sjá annað svona uppspil hjá Bjarnamönnum. Kilva Bökk. Það er Hamar. Slétt framjá. Birgir nær honum. Styrmir aftur á móti missir af sendingunni. Dít og dí. Yfir í miðju. Trú missir af honum. Heldur áfram. Kemur honum yfir á Kyle sem laumar honum í hægasta skoti þessa tímabils inn á Atla.
bannað að snerta markmann, það vita það allir. Þetta hafi nú bara verið meira óvart en eitthvað annað en hvað það? Það var góð tilraun hjá Fjölnismönnum þrátt fyrir að hafa verið þarna með bláan vegg fyrir fram að sig. Fjölnin að halda honum inni. Esselingar ekki alveg að ná að stilla upp eða ná hérna heildstæðum sendingum. Ná samt að halda honum inni. Simonek með sendingu niður í horn, Vignir yfir á varnarmann. Kristján hættulegur með 2 ísir hérna, hringsólar ísinn á meðan að Bjarnamenn fá allan tíman í heiminu til að koma sér á stað. Gott blokk hjá SR hérna. Hann er að halda honum inni og það er skot, hörkuskot af Bláu. Vignir grípur hann, hendur hennu djúpt. Atli lætur ekkert leka inn hjá sér á svona færi, bara á hliðunum. SR kominn á stað, Pétur, hvað gerir hann? Hringsólar inn, drepur tíman. Spurning hvað hann ætlar langt með þetta. Pökkurinn dansar í krísunni hjá honum Styrmi. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst það, en þá klárast fyrsta lota 3-1 fyrir gestunum okkar á Laugardal. Við ætlum að fara að fá okkur kaffi. Ja, kakó. Ég fæ mér aldrei kaffi á kvöldin, bara kakó. Sérstaklega í Bjarnasoppunni. Ég seti alltaf 5 skeiðar.
Allir mínir strákar elska fuck up klúbb. Fuck up klúbb. Fuck up klúbb. Fuck up klúbb. Allir mínir fuck up klúbb. Fuck up klúbb. Fuck up klúbb. Fuck up klúbb. Allir mínir strákar elska fuck up klúbb. Hæ, ég heiti Brynjar. Hæ, Brynjar. Og ég elska fuck up klúbb. 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 Allir mínir fuck up klúbb. 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 Allir mínir strákar elska fuck up klúbb.
Jæja. Þá flautaðu enn smá kúla í hóla í krísunni. Þá flautar Sindri af stað. Jæja. Og þannig. Jæja, alltaf gaman að sjá hvernig menn koma undan hlið. Þarna sáum við allt sem að Axel lærði þegar hann hefði listskauta hérna árum áður. Hálf pírúetta. Góð bakkandasending yfir á fyrir að robba hana. Jæja, við erum löngu komin. Nóg tími. Axel hélt hann væri kominn nær, hugsa ég. Heiðar pressa djúpt og kemur varnarmanninum úr jafnvægi. Falur kominn upp í pressu en þessi flýgur er svo fiðrildi yfir halva ísinn. Vignir grípur hann bara svo gott sem og reynir að draga í sig Gulla, kemur honum yfir á Simonek. Hvað gerir Simonek? Hörð sending á engan. Eða strákarnir lása ekki sína milli, vel spottað þarna. Þessi hefði bara endað í höndunum á Heiðari og við vitum alveg hvert það hafði farið. Pökkur rennur þvert yfir og þeir flauta í sig. Meðalaldurinn í framlínunni 15,5. Af stað fara þeir. Ja, framlínu Fjölnismanna þar að segja. Viktor kemur yfir á Tómas. Tómas ætlar yfir aftur en Ævar hirðir það. Pökkunni kóður á Daniel. Jæja, strákar. Tic-tac-toe og inn fór hann. Glæsilegt spil hjá S-ringum og
Styrmir átti aldrei séns. Þarna stóðu þeir og fengu að athafna sig eins og þeim sýndist. Allir mínir strákar að fuck up. Essir vann uppkastið en Kristján komið með hann á kilvuna. Missir hann niður í horn og það standa undir sér hana. Axel kominn 1-1. Reynir hann eitthvað sætt en lendir bara því miður í afturhendarum á Kóp. Kominn upp á bláu, skot, Styrmir með það. Kópur lætur ekkert plata sig. Ekki svo auðvelt að hana. Hókin að reynslu. Skot að bláu. Kyle tekur það á kassan. Benedikt greiði þarna, missir hann frá sér á 4. Komur hann samt yfir á Gulla. Hvað ætla Gulla að gera? Vignir að loka fyrir þversendinguna og vinnur pökkinn. Skauta með hann upp. Fær á sig fína pressu. En kemur hún djúpt. Þessi reynir að spila hann upp, Gulli 1-3. Nær nú samt að koma hann frá sér niður í horn. Það ekki bara að taka mannin, en líka að taka pökkinn. Jæja, listilega gert. Styrmir gat ekki með nokkru móti sér hvað var að gerast þeirra eftir sig. Þannig voru þeir bara heppnir að það var ekki beint í slottinu. Þeir ekkert að læðast inn í hringinn í face-offi. Það verðist alltaf að vera áhersla á þessu. Ég held að dómarinn væri alltaf jafnlega saman ef allir gerði það sama. Jæja, Fjölnir með uppkastið, Tómas hoppar af stað. Reynir að renna honum í gegnum lappirnar á Ævari en ekkert svoleiðis. Ævari úr Essa. Þessu svarið, ég held að þetta sé Kent á Akureyri. Ævar og Daniel 2-1 og móti Simonek. Styrmir tekur þetta. Þeir komin aftur fyrir mark, Reynir slottið, gott skot, kemur hérna. Vel staðsettur allavega en ja, skotið kannski hefði mátt vera betra. Tómas finnur Simonek og býðir það kemur bomba. Hann er nefnilega með sæmileg skot, já ég hef búin að segja. Fjölnir kallar timeout. Jæja, nú eru þeir með einhverja brjálaða leyniaðferð. Sjá hvort hún takist. Ólíklegt, SR hefur uppkastið. Markus upp á Axel, Axel upp á Sölva. Sölvi reynir að renna honum inn á Styrmi en
skoppar á skautunum. Já, já. Þetta var allt í lagi. Kilvan flæktist aðeins. Axel reynir að snúa sér í skot. Robby og Sölvi berjast þarna öttulega í horninu. Þessi leikur virðist alltaf vera spilaður í hornunum. Kristján kemur honum yfir á Hilmar sem missir hann á brú og það er skot. Endar aftur fyrir markið. Drew reynir að koma honum niður á kóp en kemur honum bara í hendurnar á Axel. Það er 3 á 3. Axel spilar inn, tekur skot framhjá og nú þarf að passa sig. Getur verið stórhættulegt að renna fram í bekknum í skiptingu. Það er nóg að vera nálægt bekkinum í Sumulundum. Góð pressa hjá Hjörleifsmönnum í sóknarsvæðinu en þeir komast ekki í færi. Bossi. Drew gerir heiðarlega tilraun í að sópa honum hérna framhjá en sendingur lætur ekki gapast. Lúmsk sending frá Fal upp í slottið. Pökkurinn endar alla leiðina í krísunni. Martin stopp bak markið. Esseringar fara í skiptingu sem að gefur Fjölnismönnum fullt af tíma. Martin skautar á stað en Óli Rafn nær að pikka hann úr höndunum á honum. Kemur sér aftur fyrir mark, missir hann. Þetta er ein hættulegasta sending sem ég hef séð. Inn í eigin krísu. Viktor kemur hann yfir á Hauk. Haukur upp á Hektor og þeir spila 2 á 1. Hektor með skot. Glæsilegur árangur hjá litlu strákunum okkar. Mig langar að segja fyrsta almennilega færið í þessum leik frá Fjölnismönnum. Þetta er framtíðin, krakkar mínir. Fjölnir komin á stað en það þýðir ekkert að doka við neins staðar og pökkurinn farin út. Og þetta eru 2 mínútur, krakkar mínir. Ef að varnarmaður óviljandi eða viljandi skýtur pekkinum út af í sínu eigin varnarsvæði, þá gera það 2 mínútur fyrir leiktöf. Þá er, fyrsta brot leiksins komið á skýrslu. Brot og ekki brot. Kalla þetta gott. En þá eru Fjölnismenn komnir 5 á 4 esseringa. Nú er spurning hvort þeir nýti sér yfirtöluna. Rétt. Esseringar pressa. Góður í pressunni. Þeir eru komnir á stað. Gulli örlítið vitlaus staðsettur fyrir þessa sendingu. Fjölnismenn eru komnir aftur inn. Fömbla með pökkinn samt. Esseringar reyna að koma honum út en það fyrir beint á Hilmar. Hilmar yfir á Martin. Martin reynir að koma honum yfir í miðju. Og Gunnlaugur pressar djúpt. Skautur svo vindurinn, svo hann getur leyft sér ýmislegt. Martin reynir langa sendingu á Róbert upp á bláu og náður að stilla upp. Það er spurning. Tómas kemur honum yfir. Það var smá kremja. Robby niður á Drew. En stutt í pressuna þar.
Fjölnismenn að basla, þeir ná að halda honum inni. Yfir á Tómas. Tómas í skot og Falur speiklar honum inn. Hvort þetta var ekki bara með fallegri mörkum sem maður sér. Atli hélt allan daginn hann ætlaði að skjóta. Nokkuð gott. 4-2, leikurinn rétt að vera hálfnaður. Spurning hvort að þetta kveiki í Fjölnismönnum eða fílefli Eskfirðinga. Fjölnismenn með uppkasti. Vignir reynir að speglunum yfir á Kristján Albert en gengur ekki eins og í sögu. Eskfirðingar no pláss í uppspilið sitt en ágætti skot ofarlega á svæðinu. Svona skotur er fínu og með mann með þér sko, sem getur tekið reboundið því að oft gefa þau nokkuð gott rebound. Út með Eskfirðinga. Fjölnir fyrir pressu. Nei, það var ekkert í reyna uppspil hérna en Eskfirðingar eru snöggir í pressu. Gott spil hjá Eskfirðingum í sóknarsvæðinu. Vignir yfir í lappirnar á Kristján. Þeir er eins og sjáu hvern annan í myrkri, þessir þrír hana. Og Hilmar með þeim. Þessi fór upp í netið. Þetta er skemmtilega jöfn deild í ár. Liðir að eiga misgóða leiki. Já, svartur einn. Menn þurfa að passa sig á hvar þeir eru á línunni. Það þýðir ekkert að vera að stela snitt. Sindri lætur að heyra það. Allt í lagi líka. Tómas kemur pekkinum næstum því upp. Símanek tekur á móti, gott reverse. En Eskfirðingar ná að halda honum inni. Falur kominn niður, Þorgils eltir stíft. Drew nær að skjóta hann einhvern veginn upp á Fal. Hvað gerir hann? Nei! Fjarstöngin inn! Ég er ekki viss að enginn hafi séð þetta fyrir sér. 3-1. Stöngin inn. Þetta er Falur í hnotskurn. 4-3 fyrir gestunum. Hann er skott að fara að passa sig. Fjarstöngin inn. Styrmir rokin inn, ætla sko heldur betur að gera eitthvað í þessu. Og Hilmar flinkur með kilvuna. Reynir að koma pekkinum djúpt á Robba. Robbi losar Eskfirðingin af pekkinum. Það er að verjast vel, heldur pekkinum. Kemur honum aftur fyrir markið á Kristján. Kristján upp á Viktor, nú vil sjá skot.
Speglaðist fram hjá Robby gefur á dómarann. Robby reynir að ná honum. Kristján fyrir Hilmar. Hilmar með allan tíman, allt plásið. Býtu, erum við að spila 5 og 4 eða hvað er að gerast? Öxlin á alla og út. Kylfur fljúa. Fjölnir er að halda honum inni. Hvað gerir svo? Enginn veit hvar pökkurinn er. Já, þarna ætla ég að vera. Barist, Kyle er bara tekið niður hreinlega. Og bara eftir. Fjölnismenn reyna að koma honum upp í skotstuðu en missa hann út. Kópur bara hendur hann inn og nú þurfa einhverjir að fara að komast í skiptingu. Þetta er að verða svolítið góð skipting hérna og hendin fyrir upp. Eitthvað segir mér að Drew Barron sé að fara út af fyrir interference. Það er nú ekkert vist að hann hafi ætlað viljandi í mannin. Mögulega bara raka hann tána í. En ég get ekki betur séð að enda bara á rammanum. Þannig að ég get farið sérstaklega á. En hvað það? SR komin í powerplay. Við höfum stundum talað það sko að það áhælist ekki að einbeita sér að píkja á æfingum því að það er eins og sérstaklega ekki daginn fyrir leik því það er eins og maður gerir svo ekkert annað í leiknum heldur en að vera í píkja. Fyrsta skoti komið. Annar hver áhorfandi endurskoða brotið. Mikið erum við heppin með tæknina. Æja, SR vægast sagt vinnur uppættið og fyrst Ævar strax kominn með bakhandaskot framhjá. SR stillir upp, kemur honum á hreyfingu. Þorgils niður á Axel, aftur upp. Skot á hann á bláu. Að Styrmir okkar ver. Þeir reyna að halda hann að stilla upp en missa hann út. Jæja. Nú bara leyfum við tímanum að líða. Enginn að flýta sér. Bjarki yfir á Þorgils. Þorgils með skot. Skoppa framhjá. Vigni nær honum. Nei, vel gert Heiðar. Grípur hann á bláu. Hóta skoti upp á toppshooter. Axel hótar switchi. Það er meira að segja að plata Níels hérna. Níels með skot. Beint í bumbuna. Engin hætta. 44 sekúndur eftir af þessari yfirtölu hjá SR. Það var nú ekki beint verið hættulegar tilraunir hjá þeim hérna þar sem að hafa verið powerplay. Upp á Axel. Hvað gerir hann? Kemur hann inn á hliðina. Full pressa hjá Fjölnismönnum. Hreinlega smala reflinum hann niður eftir. Bjarki reynir að koma honum upp en ég veit ekki hvað hann heitir. Það var Bjarki. Og Fjölnir reynir að koma honum út. Það er aðeins að vanda sig. Mið á rauðu. Renna pekkinum í gegnum slottið. Og ég held að viti enginn hver skoraði sko. Ég er sant.
Var enginn inn í slottinu, var enginn inn í krísunni segi ég. Nú var gott að geta fengið endursýningu. En hvað það? 5-3 fyrir SR. Bæði liðan að nýta yfirtöluna sína nokkuð vel hérna. Fjölnir komin í bullandi sókn. Kristján missir hann í horn. Kalla á hann. Hvað ætlar að gera? Og hann lendir beint í spaðanum á Hilmari sem að slengir honum sko uppi á móskarsnúk. Hann fór svo langt framjá. Það mátti reyna. SR-ingar hafa verið heldur betra atkvæðalitlir í þessari lotu þrátt fyrir eitt powerplay mark og hér kemur Níels og ætlar að bæta úr því. Lendir á Simonek. Mæla ekki með því. Eða Robba heldur. Björnir reynir að spila honum út. Sendingu upp miðju. Þetta setur bara í enn og eld sko. Aftur niður á kantinn. Og þetta er glæsilegt spil hjá Kristján Albert og Tómas eða Hilmari. Mér alveg sama. Þetta var fallega gert. Skemmtilegt sjónarspil hérna. Já. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta. Áðan hétt þetta Interference en Styrmir grípur lausapökkinn sem betur fer. Það er alveg spurning hvort að það sé samhljóma vilji að dómarar hafi aðgang að myndefni, fletta tilbaka, endurskoða brot. Viljum við fara út í þann pakka? Þjálfarar geti challengeað brot og tekið á sig penalty í staðinn eins og við sjáum í öðrum deildum. Leikurinn sífellt að verða hraðari. Erfiðara af auga alls staðar. Ættu við kannski að gefa línudómurunum meira vægi. Nú eru allir línudómararnir, eða báðir línudómararnir okkar með aðal dómara réttindi og þokkalega reynslumiklir sem slíkir. Það er alveg spurning. Eiga þær að fá að kalla brot sem þeir sjá. Æja, SR. Eru þetta ekki alveg verið að ná upp. SR var sólaður af Úling. Úlingur sem voru að flýta sér og það er rangstaða. Kemur strákar. Nokkuð gott. Nei. Ég er ekki frá því að Sindri þurfi að fara að halda dómarinn áski. Inn með hann, Kópur dömpar hann djúpt. Strákandi pressa. Símonek Bjarkar með lúmst skot inn á marki. Vel spottað þarna hjá Bjarka. Pökkurinn losnar. Ég gæti ekki betur séð en að þetta hafi verið Daniel sem lindi sér það grimmt og slengd honum í 5 hóluna.
6-3. Æja, Bjarnamenn, hausun upp, áfram gakk, næsta skipting. Þið er ekkert að missa kjarkinn. Greinilegar áherslubreytingar í þessum leik. Hendunum djúpt. Varnarmennir missa hérna dít og dí. Tómas grípur hann aftur, kemur hann yfir á Róbert. Róbert finnir miðju. Hleypur ekkert Viktor niður svo glatt. Gunnlaugur nær honum. Sé ekkert, heyrðu nú mig. Heyrðu nú mig. Þetta er í andlitin á þér, Sindri. Jæja. Markið farið. Ná, lagaði það bara. Tómas, hringsólar í skrifstofunni. Bíður eftir sínum mannum. Kallar á aðstoð. Þetta var nú þetta er örugglega gott. Gott trikk, en ekki alveg, útfærslan kannski ekki alveg upp á 10. Þessi er líka Níels komið með hann. Hann er farin á fartið, farin á fullt. Hvern finnur hann? Hann finnur Sölva. Vel spottað hjá Styrmi þarna. Þetta geti verið hættulegur staður í aftan á ákeyrslu, en hvað það? Axel reynir skot, Viktor tekur að í lappirnar, Falur kemur honum út. Jónatan finnur Ævar sem bara reyðilega missir pökkinn og fellur sjálf á sig og tekur mann með sér. Það er gengur að gerist. Fjölnir pressa djúpt. Nú er farin að færa smá harka í leikinn. Esseringur situr eftir. Jónatan lendir þarna í ákeyrslu. Nú býtu á Ævar líka. Ég verður nú bara viðurkenna, ég mista þess að þessu. Nóg að gera hjá sjúkraliðinu. Blóð í horninu, kallar Atli. Blóð á bláu línunni. Hanna fyrir neðan bláu línuna. Ævar ætlar ekki upp. Vonandi að þeir jafni sig fljótt og örugglega, en nú þarf að hreinsa ísinn. Sölvi komin í boxið.
Atli brjálæður. Lætur það sko alveg heyri í sér. Líka blóð baka merkið eftir árekstur hjá Jónatan. Vonum bara að þeir séu ekki alvarlega meiddir. Miðað við endursýningu sem eflaust flestir hafa tekið sér til að skoða, að þá virðist það nú bara vera Jónatan sjálfur sem að keyrir á Sölva þarna í horninu eða hvað? Jú, hann fer bara í hann. Erfitt að sjá hvað gerist fyrir Ævar en hann virðist bara fara inn í ákeyrslu líka og dettur að meiðist. Já. Ég persónulega allan að væri með grind. Annar Bjarnamaður kominn í boxið. Nú væri ekkert verra að hafa möguleikan á að endurskoða vídeóin. Ég segi það nú bara. Menn eru farnir út af. Ætli það eigi ekki að fara yfir ísinn áður en að restina lotunni verði klárað. Ég tek þetta tilbaka. Svartur og Jónatan skella saman. Þetta var alveg, ég hef séð fallegri hluti. Sindri líka bara með góður aðstöðu til að sjá þetta. Já, það hefur verið ákveðið að fara yfir ísinn og þrífa hann alveg og gefa mönnum færi á að jafna sig. Eftir að farið hefur verið yfir ísinn verður önnur lota kláruð og þriðja lota byrjar strax eftir að önnur lota klárast.
Æja, þá klárast önnur lota. Löng sending upp á Daniel. Liðin að spila 4-4. Spennt að heyra hvað dóm Esseringur fær. Eitthvað átti sér stað þarna í horninu sem að var svolítið utan okkar sjónsviðs hérna. En þessa ísingu átti greinilega ekki að flauta, svo við tökum við uppkast frá miðju. Hart barist. Esseringar greinilega hvíldinni fegnir, koma inn hérna á hörku siglingu. Hvað gerir hann? Dansar gefur yfir á Axel sem laumar honum inn miðjuna. Þarna hefði nú bara þurft að pota honum inn. Glæsileg sending yfir á Óla Hrafn þvert yfir. Mér sýndist Styrmir samt vera tilbúin í hana, sko. Það er einstaklega hæfileikaríkir markmenn sem að geta tekið svona east-west sendingar. Gulli með fasta sendingu beint í púðan. Vigni berst yfir á Martin. Aftur yfir á Vigni. Robbi kallar. Hann að sakna Orra. Æja, Martin róa sig niður. Heiðar skautar framjá og hann skautar það upp og hann tekur skotið og inn! Hanna! Köllum við þetta ekki coast to coast, skautin inn. Takk fyrir Bent. Hvað sagði ég? Einn öflugasti skotmaður deildarinnar. Á þessum þurfum við að varast. Það bara þannig. Það engin hættur. 44 sekúndur eftir að annarri lotu. Við ætlum að klára þessa lotu í hornunum eða? Nei, þeir losa hann upp. Falur hendur hann bara niður í horn. Esseringar fá fullt af tíma. Passa sig. Falur grípur hann. Lúmst skot. Quick release var búið til út af Fal, sko. Já. Æja, þeir voru nú komnir á gott skrið áðan. Þorgils verður að snöggur að þessu. Já, hann bara vippar honum í hendurnar á Styrmi, það er líka allt í lagi. 4 sekúndur eftir. Droppi skot. Nei, þeir ná því ekkert. Og önnur lota klárast. Fara menn ekki bara í skiptingu og beint í uppkast. Markmenn skiptum allar helming og það er skemmtilegur rytmi í leiknum. Má ekki að pása lengi hérna.
Halingard á þjálfarabuksunum í dag. Svo gengur og gerist að þá eru margir fastir í haustflensunni. Hann þar á meðal. Strákarnir eru ekkert að láta það á sig fá, samt sem áður. En situr Bjarnamaður í 5 mínútur. Þannig að við fengið þau hafa ekkert sagt hvaða dóm Sölvi hlaut. Já, Sölvi fær sem sagt illegal check to the head or neck. Sýnist hann fá fyrir það mats. En Ævar fær 2 mínútna dóm fyrir delaying the game. Það var hannig. Sindri er ekkert að grínast. Til þess að hýdran, eða hvað ég að segja, klukkan okkar gúttir í svona, þá þarf að endurstilla lótuna. Þar af leiðandi stendur E á töflunni, ekki 3. lóta. Búið að færa mörkin inn, tíminn réttur. Þá er ég tilbúinn. Sölvi kominn í stúkusæti. Klaufalegt brot. Vonum bara að Jónatan nái sér að fullu. Ævar nú kominn á bekkinn. Einhver staðar heyrði ég að hinnum hefði verið skutlað í saumun. Aftur á móti setur þetta okkur í smá bobba með dóminn. Dómurinn kemur á 2. mínútu og 22. sekúndu. Á að vera 5 mínútur. Sem að þýðir að hann þarf að sitja 2 mínútur og 38 sekúndur í viðbót. Ætti þar að leiðandi að fara út af 17:22. Akkur er ég ekki bara í bóksinu? Það væri best þannig. Nei, við ætlum að vera einnig byrja ári. Sindri er nú að vera óþolinmóður samt. Sko, þetta er það sem ég var að tala um. Nú er alveg, sko, forvitilegt að sjá hvort að menn komi út hvíldir eða er tempóið farið. Það var vont að byrja flottri keyrslu og þurfa svo að stoppa svona lengi. Allir bara sestur. Smá Vasilevski í honum hana.
Gakk. Afstæða segir Sindri. Klukkan okkar segir bara áfram 2 mínútur. Við ætlum ekki að reyna að eyða meiri tími að stilla þetta. Sautján 22 fer hann út. Samkvæmt mínum útreikningum. En við erum farin af stað. Nú vil ég sjá flott hockey, gott tempo og fleiri mörk. En spila öskra línudómararnir. Þetta er engin ástæða til annars. Nú fá S-eringar bara tíma til að spila listi vel upp eins og þeir geta. Flugsending inn í miðju, skilaði engu. Hótran, skoti, fyrir beint til lappirnar. Á fal, sýndist mér. Sko. 5-4. Styrmir. Og það er skot. Og Styrmir greip þetta. Styrmir 1 og Styrmir 2. Þið kallið á það. Það er seint. Seint að ætla að fara að skilgjarna einhvern mun á milli þeirra. Þið verðið bara að giska á hvernig ég er að tala um. Gulli yfir að Birkir. Inn í miðju á Heiðar. Hitt ekki alveg. Hann náði ekki alveg að spekla pakkinu eins og hann vildi hana. S-eringar fá annað rólegt uppspil. Fjölnismenn eru nú ekkert að pressa neitt sérstaklega ofalega. Halda miðjunni, en Birkir bara siglir saltan sjó hann í gegnum það. Og Martin er farin af stað. Skal Þorgils gefi. Vel gert Martin. 100% í alla lausa bekki. Býtu nú við. Falur nær þarna truflan Heiðar. Mínúta eftir af refsutíma Fjölnismanna. Og það er þversending yfir í vitlausan enda. Jæja, hvar er pökkurinn? Jæja. Það er fella. Þú skalt gjöra svo vel að bera ábyrgð á þinni eigin kylfu og öll því sem hún kann að gera. Sindra er alveg sama þó þetta hafi verið óvart. Spila 4-4 í 38 sekúndur í viðbót. Svo gott sem. Síðan eru Fjölnismenn komnir í yfirtölu. Kristján slær þessu yfir í hliðina. Martin slegir honum inn í 8 marki en vilja nú bara ekki stilla upp. Nei. Helber klaufaskapur þarna. Hilmar missir hann út. Óli Hrafn pressa djúpt. Kemur hann niður á Kristján. Tómas veður inn. Strákar þau S. Missi brún. Og SR er komin af stað. Nei. Simonek finnir Hilmar. Essi var nú samt lesinn fyrir dáleittu síðan en S-eringar ekki alveg nú snöggir að bregðast við. Hilmar með skot, pökkurinn upp í loft. Bjarki grípur hann og af stað. Nei, hætti við. Smáklassa og hvað segir Sindri við þessu? Það er fella.
Það var ekki Kilva sem kom þessu að stað, en fellaði enga síður. 2 mínútna dómur fyrir tripping og þar fór yfirtala Bjarnamanna. Falur kemur þessu niður á Viktor. Viktor reynir að, nei, hann ætlar ekki að finna neitt, hann ætlar bara að stað. Já, svo sem. Yfir að Robbi yfir á Vignir. Vignir ætlar að finna, hann ætlar ekki að finna neitt, hann ætlar bara niður í horn. Kemur skoti úr asnalegri átt. Enda hvergi. Hérna tempóið sem við vorum að tala um. Nú vantar okkur bara Kilva og Pökk og það var allir vinnir. Sölvi fyrstur í Pökkinn. Kemur hann fyrir. Assa! Þetta var ekki alveg það sem við vildum sjá. Nú ekki hvort að mamma Sníels er stolt að heyra þetta en það er svona klúra. Við erum bara að taka því. Essen er að halda honum inni en Viktor er sultuslagur þarna. Rimmar honum yfir. Hilmar bara slengir honum þvert. Eða langsumt. Nú er orðinu færri. Sniður var hann. SR komin í powerplay. 35,4 sekundur eftir af trippingdómnum hans Kristján. Og SR reynir að koma sér í færi. Þorgils. Kemur hann upp á bláu, þeir vipp honum inn. Símanek lætur ekkert keyra í gegnum sig, sérstaklega ekki þegar að, já. Símanek pressa djúpt, Þorgils. Daniel kemur hann niður í horn og nú spila menn 5-5. Alex upp á varnamann. Nei. Þarna var bara lauspökkur fyrir framan markið og engin Kilva á honum. Svona gera mistökin. Engin að hjálpa Tómas. 2 í sér en skauta samt í burtu með pökkinn. Vel gert. Falur í brjálæðri pressu, skýtur aftan í púðan hjá Atla og hann fær heldur betur að finna fyrir því. Falur er svo sem vanur því. Ótrúlegt, ég held að ef engin maður í deildinni þurft að láta, hvað ég á að segja, fengi að finna jafn mikið fyrir því. Ég held ég var aldrei hort á leika sem að Falur fær ekki aðeins smá hamagang. Svarar hann fyrir sig? Nei. Hann mannskauta bara í burtu. Viktor með skot í Kilvuna hjá Mikka, nær ekki að spegla honum inn. Smá klessa í horninu, enginn að pæla í því. Esseringar reyna að koma honum inn en hann stoppar á bláu. Æja, Þorgils kominn á flugið. Esseringar 3-2. Einn varnarmaður snýr með bakið í spilið en Styrmir sá við þessu. Svartur einn.
segir Sindri. Það er alltaf áhugavert að sjá hvaða línur dómarar leggja fyrir hvern leik. Vignir yfir á Róbert. Róbert gjör svo vel að finna Kristján eittur núna. Nei, hann misti árum. Þessi er ekki að missa hann út. Fimir fætur hérna hjá Þorgels. Dansa bláu línuna en missa hann út sann sem áður. Kristján niður á Vignir. Vignir ætlar yfir. Það er lesið. Hann gerir bara aðra tilraun Simonek. Rétt missir að Kristjáni. Og það er lýsing. Eftir hverju býðum við allir utan hringsins. Svo gott sem. Ég hef aldrei séð svona tímafrek face-off. Æja, Vignir vippar hann yfir á miðjuna, rétt missir á honum. En það er samt einhvern veginn að halda honum. Jæja, Hilmar kemur hann niður á Simonek og hann með lúmst viðstöðulaust. Fjölnismenn sækir sér veðrið hérna í sóknarsvæðinu. Hilmar niður Robba, Robbi inn! Hanna! Hver sá þetta gerast? Alla en ekki Atli. Það bara þannig. 6-5. Nóg eftir. Kyle fer í beint í bökkinn Kilvilaus. Esseringar reyna að koma honum út. Ekki undir kontról. Viktor er að missa hann. Uss. Heiðarleg tilraun. Styrmir sá fyrir henni. Tómas reynir að koma honum yfir og hendinni var hann upp. Þetta er bannað, Markus. Ævar, eða Daniel. Og aftur. Það er bara svoleiðis. Nei, núna eru Fjölnismenn orðnir 6. Sindri þarf að halda hendinni uppi. Kristján, hringsólar, stillir upp. Tómas með one-timer beint í sköflungin á SR varnarmönnum. Kristján yfir á Tómas. Róbert ætlar að sækja. Kyle fylgir. SR fer í skiptingu. Róbert fer bara annan hring. Nú skal það missi ekki bökinn. Hann núður að gæta sín. Það mátti reyna. Ég er ekkert svo viss að þessi heitir Daniel. Einhvern veginn held ég að hann heiti Ævar. Greinilega hefur eitthvað slæst upp á kilvinu hans, nei hérna treyjun hans. Ekki má hann spila í blóðugri fötum, það er bannað. Betur fyrir hafa þær verið með aukatreyju. Það er timeout. Líklega SR megin. Ég væri alveg til í að myndi setja svona reglu eins og í NBA eða í körfubolta sem má taka, þú veist, 1 leikhlé held ég per leikhluta. Það er svona pínu strategía í sko hvenar þú tekur leikhléið þitt.
skemmtilegt þegar að reglur fara að dikteita leikinn en ja, svona breyta leiknum. Við sjáum það til dæmis í ár með Trapisu fyrir nokkrum árum, stærra varnar- og sóknarsvæði. Hilmar finnur Vignir. Vignir fær á sig pressu, missir hann út. Simonek. Kristján grípur hann. Einhvers vegar rangstaða. Það var ekki línudómari, svo okkur alveg sama. Hilmar, Simonek. Kristján að drífa sig út. Rim. Sprettur. Hann undir pressu, mikilli pressu. Kom hann frá, þetta var dómari, ekki samherji. Og Þorgil sem kominn á fullt, gefur hann yfir. Styrmir með hann. Hættulegasta dúó hérna síðan eftir Krist og Styrmir sagði bara ekki séns. Það var klaufalegt þarna hjá Fjölnismönnum. Vel afgreitt hjá Tómasi. Hann kemur honum niður, nú þarf Robba að spýta í lófana. Jæja strákar, yfirtala, 4-5. Og afstað. Þannig á eldstæl droppa Falur spilarnum inn. Yfir á hinn endan. Robin er ekki að halda honum úti en hann er að halda honum frá Ólar Hrafn. Drew kemur honum inn fyrir en SR-ingar með allt plásið, fullt af tíma og bara spila honum út. Óli ekki alveg með sendinguna spot-on hann á Excel. Hann svo það er. Þar með fjarar yfirtalan út. Robbi veit það, hún er ekkert að hlýta sér. Krakkarnir komnir inn á. Krakkarnir á Kyle. Það var bara eitt krakki, fyrir ekki, tekur þetta tilbaka. Og það er æs. Staðan 6-5 fyrir SR. Tæplega 9 mínútur eftir. Er mark í loftinu. Viktor kemur honum yfir á Kóp og Kópur slengjur honum upp miðjuna og þar býður hamingjusamur SR-ingur að grípa pökkinn. Jæja, Sölvi og Styrmir, 2-4. Það var ekki mikið von í þessu. Arnar kemur honum inn en beint í hendurnar á SR-ing. Krútlegt dropp. Give and go. Þetta ætti að vera svona eins og hægri reglan, bara grunnurinn í öllu. Vel gert hjá SR-ingum, þetta er komin 3 skot á 10 sekúndubrotum. Ekkert inn, hvað gera þeir? SR-liðið lokuð. Fyrir ekkert í gegnum púðan hjá Styrmi, sko. Jæja. Þetta var vissulega crosscheck í bakið. Það fær þarna tiltal. Sindri nennir ekki að dæma meira. Ja, spurning. Þeir eru mættir aftur. SR upp á Bjarka.
Viktor nær honum en fellur til. Ég sá enga kylfin á löpunum á honum. Níels yfir á Gulla, niður á Heiðar. Heiðar spila sig í gegnum 2 og Fjölnismenn koma honum út. Aftur eru þeir mættir, Heiðar og Kópur. Vel gert, Robby stoppar þetta bláu. Og Kristján hreinlega stilur honum. Bakandaskot, nær honum. Og pekkinum hreinlega bara hendi yfir í hinn endan. Essiríka þurfa að komast í skiptingu. Vignir yfir á Viktor, snöggur, yfir í miðju, takk. Finnur ekki Robba, Hilmar með hann á bláu. Kjút tódrak þarna en nær ekki að koma almennilegu skoti frá sér. Kristján dansar í horninu. Þarna lúmsk sending í gegnum krísuna. Það má ekki vera fyrir, sko. Það er alveg fín lína á milli þess að vera þarna í interference eða bara standa á ísnum. Vignir, hvað gerir hann? Stíf pressa hjá Petri. Daniel, yfir á Sölva. Sölvi reynir að gefa yfir á Styrmi. Bjarki með skot. Búði og framjá. Sölvi skilur hann eftir og það er skot að bláu. Hallur dettur hérna utan í Markus. Ekki hvort að segja að reyna að vekja þetta ídálautur Eiðis. Hilmar út með hann. Esena er yfir hendinni. Markus. Hvernig ætlar hann að finna? Hann finnur Axel. Hann ætlar að heila Axel. Sölvi ennþá inn á. Skiptir hann bara 5 mínútur fresti. Kyle pressa baka markið. Það er bara annan hring. Þetta er ekki að hafa svo út í svona vitleysu. Góð pressa hjá Fall. Hann kemur honum inn á Kyle. Kyle reynir að koma honum fram fyrir markið en hóstur restin enginn að taka við. Jæja, nú viljum við skot. Hann fer í hlífarnar á Axel og út af. Ekkert við því að segja. Fimm mínútur eftir. Nú þurfa Bjarnamenn að fara spýt í lóana. Ekki það að þeir séu búin að vera eitthvað að hangsa í þessari lotu. Því líka hokki sem við erum að horfa á hérna. Geggju barátta úr báðum endum. Nú hefði eitthvað mátt gerast. Það er skot. Lendir í leikmanni og kemst ekki alla leið. Simanek skautar hann uppi. Sko, þetta er hægt að nota til að þreyta menn, sko. Ég er ansi hrædd að Sindri þurfa að fara að splæsa í dómaranámskeið hérna. Fyrst að þeir eru farið að skipta í æsing. Það má ekki. Það var eitthvað ruglast. Kyle kemur hún neyra á Simanek. Tekur skot en sýndist þetta að vera Daniel sem kom kylfi fyrir. Jæja. Miðjan, takk. Þarna kom þetta. Og það var Hamar. Voru líka að horfa upp. Kópurinn er að hægja eins að Daniel Hanna falur með líka, það er gjössalega jarðan hann. Og er líka hlitt.
Jæja, það var svoleiðis. Daniel Magnússon. Hinn eðli Svanni. Hún er ekki ánægð með þetta. Fjórar mínútur eftir. Fjölnir manni fleiri í 2 mínútur af þessum 4 mínútum og þeir þurfa mark til að jafna. SR virðist ætla að vinna þetta uppkast. Nei, Robby kemur Fjölnismönnum úr klípu. Þeir ná að stilla upp. Þeir á Tómas. Tómas reynir að snúa af sér pressuna. Vel gert hjá Bjarka, sýnist mér. Og SR-ingar slengja honum út. Klukkan tifar. Vignir yfir að Robba. Robby droppar honum aftur niður á Vigni. Vigni bara skellir Heiðari, hann lætur ekkert svona stoppa sig. Smá klaufaskapur þarna Fjölnismönnum. Vignir skautar hann inn. Kemur hann djúpt. Þorgils stýrir honum niður. Reynir að renna honum fyrir mark. Og SR kemur honum enn einu sinni út. Menn komast í skiptingu. Allir nema Martin segist að langalegir að hann fyrstir í annað mark. Hann er komin langlegin í gegn. Kyle reynir að renna honum fyrir og Atli nær að frysta. Það var nú svo sem engin brjálu hætta af þessu. Vantaði alveg Fjölnismanninn hann fyrir fram á markið. Gott spil enga sigur. Nú þarf SR-ingar heldur betur að halda fast í stigamunni sinn. Fjölnir með uppkastið, það er skot. Hann er fastur, hvað er bökurinn? Lausur hann á markið, 1, 2, 3 skot. Kyle finnur hann. Kyle reynir að koma honum framfyrir. Findan, takk. Og beint í klífarnar á Styrmi sem er kominn. Ja, svo sem ekki langt á undan. Reynir að renna honum fyrir en þar var engin blár til að taka mót honum. Þetta er greinilega default hjá þeim, að bara slæta hann fyrir. Falur móti Axel. Þeir eru svolítið svipaði leikmenn eða pæliði. Nettir, hraðir, teknískir og með hárbeitt skot. Og yfirtala búinn. 2 mínútur eftir af leik. SR Fjölnis. Og Sölvi. Þetta var tilþrif ásins í boði Óla. Spólarinn en kemur hann mikið lengra. Þorgils, hann reynir skot og það er stöngin inn. Þetta er þungt. Það er signature SR skautið. Takk eftir þessu. Pælið þessu. Eftir mörk skauta allir SR-ingar eins. Kassin út. Óvenju mikil hreyfing. Hellin alltaf nánast upp í rass. Og svona, þetta er mjög fyndið. Spurning hvort að Mílos kenni þetta sérstaklega. En nú þyngdist róðurinn. Norðan megin í húsinu. Öllum alveg sama hvort að Hilmar sé inn í hringnum núna. Markus kemur honum yfir. Upp á vænginn, inn á miðju. Textbook. Smá rangstaða. Nú vill Hilmir fá aðstoðarmann. Reynir að vippa honum inn en SR tekur það á kassan. Niður á Fal. Falur á Robba sem er að fara út af. Það er hættulegt strákar, hættulegt. Herru, hér er engin markmaður.
Það fór alveg fram með mér. Styrmir er hættur að farin. Simonek ber hann inn. Það er tódrak næstu því búin að þræða nálina þarna. Robby nær honum, kemur hann niður í horn, 50 sekundur eftir. Ef við værum í körfubolta þá væri staðan svolítið önnur, en það tekur tíma að skora mark í hockey. Og nú þurfa þær á öllum byssunum sínum að halda. Nú þurfa allir bjarnamenn að vera eins og Sölvi og ekki taka pásur. Drún í horni, Kyle reynir að pota honum framjá. Þorgils kemur honum upp á ægist. Það er Axel yfir á Styrmi sem virðist hér vera að innsigla 7-5, 8-5 sigur SR-inga á Fjölni í kvöld. Sáu þið, allir eins. Ég er ekki eins og pínu að grínast. Plötusnúðurinn minn að sofna, enda löngu kominn háttatími. Æja, Fjölnir. 14 sekúndur. Fjölnir vinnur aukastið, Viktor missir að því. Ævar á fullu í pressuna. Hector reynir að vippa honum út, en Þorgils nær að halda honum inni. Og þann er inni. Ekkert mark, segir Sindri. Ég held að þetta hafi verið það sem að Ævar var pínulítið að bíða eftir. Já. Þetta er búið að vera í deiglunni það sem að af er leik. Þetta er ekki það sem við viljum sjá hérna. Leikurinn er búinn, sigur í höfn, farið bara heim. Það er komið gott. Þennan þarf að kæla. Við hér úr kverkinni þökkum fyrir okkur. Takk fyrir komuna, SR, alltaf gaman. Það fór eins og fór. Flottur leikur í báða enda. Hvað gerir maður?